Verkefni 2 í Excel, síða 2, fiskafli. Hér ætla ég að finna mismuninn milli ára. Eins og þið sjáu þá eru mun færri tonn hérna árið 2022. Þannig að formúlan er sama sem þessi tala hér mínus árið áður hérna. Ég ætla að Ctrl og Enter og sjá að það er hækkun 1798 tonn. Afrita það hér niður. Síðan ætla ég að leggja saman þessar tölur, ekki ártalið, en ef það er tölustafur eða prósentutala í hólfi fyrir ofan tölur sem á að leggja saman, þá vill Excel taka það með. Sjáu ef ég smelli hérna á AutoSum og við skilur bara tölur, þannig að við þurfum að draga yfir þetta svæði og leggja saman tölurnar í B3 til B6. Það afrita hér til hægri, þá fæ ég út tölurnar hérna. Síðan ætla ég að reikna út hlutfallslega breytingu milli ára. Þá segi ég sama sem, smelli hérna á tonnin, breytinguna, og ég deili með gamla árinu, 2021. Þetta þýðir hvað eru 1798 tonn, eða sem sagt mínus 1798 tonn, hátt hlutfall af 5063 tonnum. Og ég ætla að ýta á Ctrl og Enter og þá fæ ég út 0. Niðurstöðutalan birtist í tugabróti. Ég ætla að breyta í prósentustillingu og hafa einn aukastaf. Og ég ætla að afrita formúluna niður. Þá fæ ég þetta svona. Ef ég fer í prentskoðun, þá lítur þetta svona út, eins og við vorum búin að stilla á miðja síðu og haus og fótur og svo framvegis. Það er eitt sem þarf að passa þegar við setjum svona fyrirsagnir í 2 línur með rapptext, að það má ekki breikka dálkinn það mikið að textinn komist fyrir í hólfinu. Þannig að við þurfum að hafa þetta mjóan. En ég ætla að vista.